Þá heldur við áfram sagnabálki sem við höfum verið með hérna við rauðaborðið að ræða líklega sérstakasta og áhrifaríkasta og afdrifaríkasta sakamál síðustu aldar, Geirfinns og Guðmundarmál. Og Sigursteinn Másson komin hérna. Þú hefur fjallað svolítið þetta mál og þú hefur fjallað sérsta sakamál. Það með röddina, bara þegar maður heyrir sérsta sakamál, þá heyrir maður röddin í þér í huganum. Má ég byrja á því að spyrja svona Geirfinns og Guðmundarmál? Þau eru bara stóra sérstæða sakamálið á Íslandssögunni. Já, þau eru náttúrulega mjög sér á parti. Og ekki bara Íslandssögunni held ég. Ég held að það finnist ekki sakamál, allavega klárlega ekki vestræni réttarsögu, þar sem að gæsluvarðhaldi og einangrun var beitt frjálslega eins og í þessum málum. Já. Ég held að það sé engin dæmi það. Það fyrir að fara til Guantanamo Bay til að sjá svona það sem að einangrun notað sem kúnataki. Já, í rauninni, rauninni það sennilega eina svona samlíkingin allavega á Vesturlöndum sem við höfum. Og það var eiginlega valla í Guantanamo ekki kannski skilgreint náttúrulega sem sakamál í neinum velum skilningi en það sem þetta bara nota sem pynting. Já, þetta ég veit ekki hvort að að í Geirfinnsmálinu það hafi verið notað beint sem pynting heldur, eða semst það var kannski ekki tilgangurinn. Ég held að stór hluti af þessu gæsluvarðhaldi held ég skýrist af því þegar að rannsakendurnir eru eiginlega bara svona öngum sínum yfir því hvert eigi að fara með þetta allt. Til dæmis allt sumari 1976 þá fólk bara í geymslu bara í 3-4 mánuði og það ekki að tala við það og svona, já, einmitt og til dæmis sagði Sævar við mig þá þetta sumar 76. Honum fannst það miklu erfiðara heldur en í rauninni þegar var verið að berja á honum, halda höfðun á honum í vaski og spila á vassræðsluna hans og nota strekkingar aðferðina á hann og þetta líkamlega ofbeldi sem hann varð fyrir þarna framan af í málinu. Honum fannst samt verra þegar hann var bara í geymslu og það var ekkert talað við hann og hann var bara að hugsa næst þá hættaði bara að koma með matinn Þú sagðir að það hefði verið sérstakt bara í Evrópu. Nú það sería sem held að fólk geti nálgast á Netflix sem bresk, eða ekki? Það var BBC gerði útvarpsþátt þætti. Það var þýskur kvikmyndagerðarmaður, blaðamaður sem gerði þætti. Þannig að þetta hefur vakið athygli. Þetta sérstakt mál sem hefur dregið athygli fleira heldur en okkar að þessu máli. Algjörlega, þetta Hvað það sem að stundum sett að glögt sér gestaugað? Þú fylgst með þessu. Hvað það sem að Þjóðverjar og Bretar sjá í þessu máli? Ég held að það sé nokkur atriði, Ég held að sé ekki síst bara þessi staðarind að það þetta mjög sérstakt að fara með sakamáli þessa átt að handtaka allt þetta fólk og halda því í gæsluvarðhaldi svona óralengi þegar að þú ert ekki meinint glæp til að byrja með í málunu. Þú getur ekki sýnt fram á það að glæpur hafi verið framinn. Það vantar auðvitað líkin en það vantar líka allt annað. Það vantar öll sönnunargögn og það vantar öll vitni. Það vantar mótíf. Skilurðu? Já. Það vantar allt í málin. Þetta auðvitað þar að leiðandi auðvitað alveg líka einstakt að þýleitinu til og þá þessum tíma þegar að Geirfinns og Guðmundarmálin eru í gangi þá held ég að það hafi bara verið eitt tilfelli í Ástralíu þekkt þar sem að einhver var dæmdur fyrir morð og það fannst ekki nema fingur. En það hafi aldrei gerst að fólk hafi verið dæmt án þess að það fyndist nein lík. Þannig að svona það hefur síðan gerst seinna að
menn hafa verið dæmdir kannski fyrir morð á horfnu fólki en það hefur þá aðalega verið sko tengt fjöldamorðum þegar það hefur verið algjörlega sýnt fram á og sannað að menn hafi þá drepið manneskjur þar sem líkin fundust en að fólk sé dæmt fyrir tvöfalt morð og hvorugt líki finnst og engin sönnunargögn og ekki neitt í málinu það held ég líka alveg einstakt þannig að það þetta tvennt sko, það lengd gæsluvarðhaldsins og einangrunarina sérstaklega og annars vegar og hins vegar þetta með að það fannst aldrei neitt. Hefur hugmyndum af hverju þetta fór í gang, af hverju þessi mannskvör verða til þess að það spinnst upp öll þessi rannsókn og það sem er að reyna að fylla upp í eitthvað sem að þú lýsir sem að það ekki neitt í upphafi, það bara, það ekki lík og það ekki vettvangur, það ekki morðvopn og það ekki mótíf og það ekki neitt. Þetta algjörlega bara í lausu lofti allt. Og af hverju gerist þetta? Ég held að það verði að fara aftur til ásins 1972 til þess að átta sig á því og sjá hvernig svona stjórnendur réttarfarsins í landinu þegar þeir koma saman í tollhúsinu á Tryggvagötu og það verður þessi stemning að ná klúbnum og það Kristján All Pétursson sem að keyrir það áfram að mikill eljusemi og ákefð og þá var hann búin mánuðum saman að njósna klúbbinn og njósna meðal annars áfengisflutninga úr ÁTVR á Lindargötu og fannst mjög grunnsamlegt hvernig áfengið sem að fór í klúbbinn fór út aðrar dyr heldur en annað áfengi og eitthvað var að merkingunum á flöskunum og svo var talið að það var hérna skattalagabrot og ýmislegt svona og það verður úrsamst eftir hennan fund að menn ákveða að semst lögreglustjórinn í Reykjavík svipti klúbbinn vínvindingaleyfi klúbbnum bara lokað og innsiglað eitthvað sagði það? Já. Það hefði verið svona borðar fyrir örðunum? Sagði mér ykkur? Ég veit ekki hvað það hefði lótt sér þetta var. En sko, og svo þekkjur þetta sko að þeir kvarta til dómsmálaráðherra sem Ólafur Jóhannesson og hann lætur ekki opna klúbbinn. Það ekki sko, Kristján Pétursson og Hallvarður Einvarsson og þeir sem að voru þarna á þessum fundi og aðrir, Þórir Oddsson og fleiri, þeir voru alveg á því að sko Ólafur Jóhannesson hefði látið opna klubbin aftur og þannig hefði svona pólitískum áhrifum og einhvers konar mafía væri þarna í gangi sko, pólitískum áhrifum verið misbeitt en það var auðvitað ekki þannig, heldur var það þannig að sko Ólafur náttúrulega sem lögsbyggingur sá strax að þessi aðgerð var, sem það var ekki lagastóð fyrir þessari aðgerð. Það var farið offari sko og það voru enga sannanir fyrir neinu ólöglegu á þessum tíma. Klúbburinn tengdist Framsóknarflokknum? Já, Þeir áttu húsnæðið? Jú, þannig að það voru þessi eigna tengsl en skilur, það var ekki hægt að sýna fram að það Ólafur hefði gert í rauninni neitt sko rangt, annað heldur en sko hann bara hefur samband við lögreglustjórann og eftir því sem ég sé best að þá bara lætur hann vita því að hans mati þá sé ekkert ólöglegt þarna í gangi en lögreglustjórinn taki sína ákvörðun og hann ákveður bara strax að opna klúbbinn og þeir líta á þetta sem pólitísk afskipti þannig þeir upplöfu einhvern veginn klúbbinn sem pólitískt fyrirbrigði. Var það ástæða fyrir því að þeir töldu þetta væri svona mikilvægt að út af því að klúbburinn tengdist eitthvað að Framsóknarflokknum eða voru þeir með hugmyndur að þarna væri svo stórkostlegt svik í gangi? Ég held að þeir hafi haft mjög sterka hugmynd það að þetta væri glæpagreni klúbburinn. Ég held að sko það hafi verið þjóriðan sko. Það bendir svo margt til þess og með tengsl á inn í stjórnmál og já, þú veist sko og þess vegna hafi þetta orð komið hann að mafía það er nú frægt þegar Ólafur svarar þessu síðan í þinginu og þá hafði þessar fréttir komið í Vísi og hann snýris út í það sé Vísismafían já, akkurat já, það skildi þá aldrei að mafía skal þetta heita nákvæmlega sko en þetta eru þetta upphafið að því að það er þessi obsession gagnvart klúbbnum
og sem að birtist auðvitað því að fyrir þessi maður Geirfinnur litlaus einstaklingur hverfur, að þá gripa menn það á loftið að hann hafði verið í klúbbnum 2 dögum áður en hverfur, hann 17. nóvember 1974, þá hann í klúbbnum að skemmta sér á sunnudegi eins og tíðkaðist á þessum tíma. Já, það svo bara 100 manna, þetta var náttúrulega risastór skemmtistöð. Langvinsælasta skemmtistöð landsins, það voru allir þarna. Og hann akkurat þessum aldrei 32 ára sem bara, þetta fólk var þarna. Ekkert skrítið við það, en þeir ákveða sem sagt að gera úr því eitthvað grunnsamlegt og síðan eru þeir að keppast við að koma Magnúsi Leópoldsson inn í þetta, bæði með myndum sem þeir fara með til teiknarans, Magnúsar Gíslasonar í Garði, og láta hann teikna eftir mynd af Magnúsi Leópoldssoni og eru síðan að stýra teiknaranum. Þannig að sko þegar að teiknarinn búin að hitta Guðlaugu Jónasdóttur sem var eina vitni sem sá hann almennilega, afgreiðslukonunni í Hafnarbúðinni, að þá mæta þeir á eftir og stýra honum, teiknaranum frá því að hafa þetta eins og vitnið lýsir. Þá hárið síkkað svona eins og Magnús var með og því skipt eins og hann greiddi hárinu og andlitið svona fært aðeins niður og gert eins og hann. Og hann auðvitað kallaði fyrir og yfirherslu Hauki Guðmundsson á lögreglustöðinni á Laugavegi. Þannig að þetta var allt saman sko, þetta var einhver obsession að ná klúbnum. Svo tókst það ekki þarna. Heldur þeir hafi viljað ná Magnúsi inn í gæsluvarðhald til þess að einhvern veginn að þrengja að honum þangað til hann færi að játa alla þá glæpi sem þeir trúðu að því hann hefði verið tengdur? Ég held að það hafi verið hlutað svolítið klárlega, sko. Þetta sko, eftir að rannsókninni skilað, Keflavíkur rannsókninni skilað, ef maður rétt 5. júní 1975 og það engin niðurstað, það engin árangur, það kemur nákvæmlega ekkert út úr henni, annað en það að Kristján Pétursson búin að hafa frjálsar hendur að yfirheyra mennum alls konar smiklmál og einhver áhöfn á Goðafossi hjá Eimskipafélaginu sem hafði nákvæmlega ekkert að gera með hvarfið á Geirfinni og hann var búin að leysa eitthvað svona smiklmál og þá var kenningi svo að þeir hefðu hent út spýra svona, hvað heitir þetta? Já. Stóru brúsum sko. Og Geirfinnur hafi verið að sækja þetta á Bauju. Akkurat. Og falli fyrir borð og borð hafi verið Magnús Leópoldsson og þótti Sigurbjörn hafi verið hann borð og svo seinna náttúrulega þegar krakkarnir komin inn í máli þá voru alls konar menn sem áttu að vera þarna meðal hans Ólafur Jóhannesson. Hann var aldrei tekinn til yfirheyrslu. Þannig að var það í sögunni að hann hefði verið þetta? Já, þau komu með hans nafn líka. Það var eitt af því sem að mér raki rógastans með þegar ég fór að skoða þetta. Það voru allir þessar sögur sem að koma frá krökkunum á svo löngu tímabili sem að þróuðust í takt þó þau væri öll í sikkur lagi í einangrun, gæsluvarðhaldi, Erla lengst af þá úti með barnið. En allar voru þessar sögur að þróast í takt, alls konar bullsögur og þau voru 2 ef ekki 3 sem kom með nafn Ólafs Jóhannessonar til dæmis. En aldrei var verið að gera eitthvað úr því að þau komið sér saman það. Það var bara gert varðandi klúbbsmennuna og Einar Bollason og Valdimar Olsen. En það þau, margir fleiri menn geta verið í þeirri súpu. Þeir voru ekki teknir í gæsluvarðhald eða í yfirheyrslu svo mikið sem. Þannig að þetta var auðvitað hönnuð atburðarás. Það fór algjörlega böndum. Og dróin bara allt óskilt fólk inn í þá rannsókn. Já, þú veist sem að voru ekki tilherðu ekki sko upphaflegur í kenningunni. Nei. Heldur hélt bara sagan áfram. En svo var eiginlega skipt út öllu fólkinu sem... Já. Það var bara mikið fjölmennir sem átti að hafa verið í þessari dráttarbraut í Keflavík. Og ef var þetta trúa dómnum að þá náttúrulega þetta eitthvað stórkostlegt mál. Þetta samsæri margra manna morð og yfirhylmingu. Þetta ef sagan væri sönn, þá var þetta líka algjörlega uník mál í íslenskri réttarsögu. Og það eru auðvitað líka athyglisvert að dómurinn, Hæstaréttardómurinn 1980, hann sleppir auðvitað öllum þessum fjölmörgu sem að þau nefna í þessum leiðangri og í einangrunni, en sko þú veist, bara þessi 4 eru teknir út og settir í einangrun og sem sagt,
Þannig að sko þau eiga hafa komið sér saman að benda á þessa fjórmenninga þann 21. nóvember 1974, 2 dögum eftir hvarfið á Geirfinni Keflavík. Þetta hafa gerst í kjallaranum hjá ömmu Kristjáns Viðars á Grettisgötu 30. Til vara að þá hafði þetta geta gerst í landrófarbílnum þegar þau eru að keyra með líkið á Geirfinni í Rauðhólana. Nú leikur fyrir að þetta gerist ekki. Sem sagt, það ekkert líkharni í þessu máli. Það búið að sýkna alla sakborningana mannskvarsmáluna. Það fella niður ákjöruna. Já, síðan 2018. Það búið að fella þetta niður. Þannig að þessi fundur eru aldrei geta átt sér stað. Það eru útilokað og aldeilis ekki í þessum landrófir. En heldur ekki kjallaranum. Þau höfðu enga ástæðu til þess að hittast þar sem þess að 19 ára gömul til þess að plotta eitthvað eitthvað Geirfinn sem þau höfðu hugsanlega heyrt í útvarpinu að væri lýst eftir. En þann 21. nóvember 1974 að þá ekki talað þetta sem neitt sakamál. Þetta bara horfinn maður, bara eins og hverjum tilkynning. Hæstiréttur hefur samþykkt að sko, þau hefur ekkert komið nálægt þessu hvarfi á honum og hvernig þau þá hafa verið að koma sér saman eitthvað svona 2 dögum eftir hvarfið. En segjum að það sko hafi sá einstæði atburður í veröldinni og veraldarsögunni gerst að 3 19 ára krakkar sko sem að náttúrulega fyrir það fyrsta við ekkert sko hver Sigurbjörn Eiríksson hafa aldrei heyrt minnst á það nafn sko, þó að þau hafa hugsanlega heyrt eitthvað Magnús Leopoldsson og Erla hérna hafði eitthvað tímann verið einhverju partíi þar sem var Valdimar Olsen og eitthvað svona en sko til að bera sér sök af glæp sem þau hafa síðan ekki framið vissur ekki hvort það hefði verið höfuð framið eða yrði grunur að væri framið. Nei. Og sko, það náttúrulega eini tilgangurinn eins og Hæstiréttur lýsir auðvitað í dómnum 1980. Eini tilgangurinn með þessum fundi auðvitað að koma sök af sér yfir á annan. Nú engin sök á þeim. Það var enga sök að koma yfir á annan. Og það á síðan hafa gerst. 15 mánuðum síðar, næstum því nákvæmlega, 22. janúar 1976, þá á Sævar, og notabenni það nú Sævar sem kemur með fyrstu skýrslan, ekki Erla, 22. janúar, Sævar einangrun, kemur með hérna klúbbsmenn, Erla daginn eftir, Tryggvi kvöldið, 15 mánuðum setna. Þetta ægilega vel plottað allt saman, í fullkomnu tilgangsleysi, af því þau hafðu ekkert með þetta að gera. Þetta ótrúlegt. Og þetta niðurstaða endurupptökun endar. Þetta yfir á svona. Með því að neita Erlu endurupptöku. Já. Þá standi dómurinn sem að snýra þessu. Fullkomlega órökrétt og með ólíkindum að hérna menn sem að hafa sko klára 6 ára bekk, þú veist, þessir dómar að hérna þeir skuli leyfa sér að koma með þessa niðurstöðu. En áður við tölum hvað ég gera þetta mál. Var ekki 97 sem að þú gerir mynd með Kristján Guy Burgess? Jú. Hvað var til þess að þú hafður var þetta uppæðið af þínum ferli sem fyrir að fjallum sérsta sakamál? Var það þarna? Eða, jú, það var þann sko. Nei, ég hafði ekki og hef aldrei haft neitt sérstakann áhuga á sakamálum. Og hef ekki enn í rauninni mjög mikið áhuga á sakamálum. Ég hef meiri áhuga bara á svona mannlegum þáttum og af hverju fólk bregst við og gerir það sem það gerir. En af hverju gerðu þessa mynd? Þarna er Sævar í sinni baráttu? Ekki komið niðurstaðið eitthvað 97? Nei, sko, nei, það var það var síðan hausti, sko. Þetta er 1996 í janúar sem hann kemur til mín Sævar. Ég hafði þá aldrei hitt hann. Og ég hafði enga skoðun á þessu máli. Ég var 7 ára þegar þessi menn hverfa og ég man bara eftir því hafa ekið í Volkswagen Bjöllu frænku minnar þarna Suðurlandsveginn og hort á rauðhólana og fundist þetta svolítið svona spúki og spennandi sko. En ég hafði enga skoðun á þessu aðra en ég taldi náttúrulega valla hefði þessi dómar fallið algjörlega út í bláinn en augljóslega sko
Það heldur ekki mikið verið fjallað Geirfinnsmáli frá dómnum og þangað til að Sævar byrjar sína baráttu. Þannig að svona þínum uppvastur árum var Geirfinnsmálið ekkert á dagskrá. Nei, og ég man eftir þessum viðtölum við Sævar og hann var mjög fylginn sér og æstur oft og spenntur og svona vildi taka stjórnina þar sem hann var sko. En það hafði hann náttúrulega mist alla stjórn á sínu lífi alveg frá því að hann var barn og auðvitað út í gegnum þetta Geirfinnsmál allt. Þannig að hann stendur þarna fyrir framan mig, búin að komast inn í stigagangin á þess að ringja bjöllunni hjá mér og hérna með hefti undir hendinni og spyr mig hvort að ég sé til í að skoða þetta mál. Og ég var svona hvumsa og ég held að ég hefði bara ekki svarað neinu af því að þú veist, fyrir það fyrsta þá var ég mjög hissa að sjá hann og svona og ég var að hugleiða þarna bara til það tvöfaldur morðingi hérna bara fyrir fram að mig sko hann var nú sko auðvitað lágvaxinn og ekki kannski ástæð til þess að óttast hann mjög þarna en svona þetta var pínu mjög brá sko við þetta og ég ætlaði svona að neita honum en hann var ekki alveg þannig að hann tæki endilega nei sem svar en hann rétti mig þetta var nú að berjast úr eða vonlausu stöðu nákvæmlega sko og daginn eftir þá mætti hann með sko 2 risa pappakassa fulla af gögnum án þess að ég væri neitt að biðja hann það og hérna og ég skildi ekki hvernig hann fór að því að bera þetta sko hérna upp og eftir það var bara ekki sko það var ekki eftir snúið sko þegar þetta var komið bara inn í stofu hjá mér þá bara var maður að fara í gegnum þetta og þá sá ég náttúrulega alls konar hluti eins og til dæmis hvað vantaði mikið af gögnum í málið það var fullt af blaðsíðum sem vantaði í málið hvernig þá? Þetta var sko þegar þetta sett í allt saman gögnin fyrir sko sakadóm fyrst 1977 og svo fyrir Hæstarétt þá var þetta allt saman blaðsíðu svona einhvern veginn blaðsíðumert en það var greinilegt í eitthvað 26 heftum eða eitthvað? Já, ég held að við það 26-30 hefti og hérna sko uppálega er þetta eitthvað sett saman en síðan sko hefur verið auðvitað rifið út úr þessu eftir að menn voru búin að setja sem sagt gögnin í eitthvað blaðsíðunúmer og þá sá maður að sko að það voru svona göt í yfirheyslunum og já, það vantaði ýmislegt þar og svo var það náttúrulega þetta sem ég nefndi áðan að sko hvernig framburðirnir og alls konar ótrúlega dellu framburðir þróast í takt veist, bæði hvernig þeir koma inn og hvernig þau draga það síðan allt tilbaka hvernig þetta gerist bara og það er svo augljóst að rannsóknaraðilarnir eru lappandi á milli klefana þarna í síðumólunum og semja söguna já, bara í rauninni að stýra þessu sko, það er alveg augljóst þetta er ekki sko sjálfstæðar frásagnir og svo þegar maður fer yfir líka yfirheyslurnar þá sér maður að sko þetta er ekki spurningar og svör sem er náttúrulega grundvallar atriði í sakamálum þú veist, þú verður að geta sko áttaði á orðréttu svari heldur eru þetta endur rit einhver sko, þeir eru að skrifa svona skýrslur þeirra mat á því sem að framfór á síðustu 5 til kannski 10 klukkutímum í sko, já, yfirheyrslu og það er ákveðnum 2-3 blaðsíðum og svo er einhvers konar undirskrift á það og oft á tíðum voru ekki undirskriftir Sævar til dæmis undirritar ekki fyrsta vitnisburðin sinn í Geirfinnsmálinu 22. janúar, hann undirritar ekki þá skýrslu Þannig að þú sástur og að fara í gegnum þetta að það var eitthvað rannsóknin var léleg. Þú byrjaðir ekki á að skoða þetta með hugmyndina að maður svo vittur í stigagangnum hefði verið saklaus. Alls ekki sko. Þú kemur mjög kaldur að þessu. Alveg. Ég var alveg opinn fyrir öllu í rauninni í þessu og taldi frekar líklegt bara að þetta yrði svona frekar leiðileg lesning en þú veist Þetta sogaði inn. Þetta er svolítið svona mál. Þetta sogar, svo er Tryggvi Hubner lýsti svo ágætlega það sagði það var að neyða sig til þess að bara hætta að hugsa þetta mál því að hann hefði verið orðin óþólandi hann hefði verið hent út úr partíum fyrir að tala Geirfinnsmálið Þetta held ykkur mann sko og þetta náttúrulega ég misti heilsuna út af þessu máli og Þú vissu það? Já Þú er ekki hitt Sævaran þarna í þegunum að þá hefur þú haldið heilsu Já, það er alveg klárt máli mín, alveg örugt sko. Og hvað lístu því? Ég er 29 ára og hérna
þetta gerist ég fer í þessa paranoju þegar að blaðamaðurinn minn í Þýskalandi sem að hafði verið í nokkra mánuði að grafast fyrir Karl Schütz og hann var þá að heilsuhæli suðu Þýskalandi, eitthvað það rétt hjá München þegar ég hringi í hann í daginn og hann segir bara við mig, Sigursteinn, ég get ekki haldið áfram að vinna fyrir ykkur. Ég komin algjörlega út í vegg, það bara sko allt kerfið saman súrrað að koma í veg fyrir upplýsingar hennar mann og það er bara meira átt á skjaldborg utan á mann og ég bara verða að hætta og þú veist, bara fyrirgjöðu og sama tíma að þá ég taka eftir því að það svona verið að keyra á eftir mér þú veist, og elda mig sko, þú veist, frá heimili mín og Kaplaskjólsvegi og þeir eru að fara á fundi með Einari Magnús eða Kristjáni Gæ og þú veist, þú veist, þannig að svona smám saman þegar maður var líka, sko, á þessum tíma ég að byrja að skilja hvað málið í rauninni hrikalega, já, að það allt rétt að fara skerfið undir. Þú veist, stjórnmálin meira og minna, fjölmiðlarnir auðvitað brugðust allir, allt heila systemið, sko. Og náttúrulega gríðarlega mikið í húfi, þarna eru ennþá menn á sínum staði, saksóknarinn og lögreglumennirnir komnir í stærri embætti innan lögreglunar, dómararnir sko, meira og minna þeir sömu. Já, margir mitt eins og þú segir að hækkaði í tign eins og sattir og komin í veiga mikil embætti. Já. Enginn vildi að þetta mál yrði upp. Nei, það var ekki á neinum óskulista sko. Og fannst þér þá vera svona einn í þessu að Já, ég náttúrulega var með félaga mína. Það var sem hópu á þessu tíma var svona einhver hópur svona sem var í kringum Sævar og fleiri sem voru svona hjálpa til með... Jú. Já, það var, sko, ég tengdist því nú ekkert, sko. Ég reyndi að halda mig alveg bara við þessa rannsókn og... Sem blaðamaður, þú vildir ekki ganga inn í eitthvað svona költ í kringum. Nei. Þetta mál. Ég var mjög að reyna að passa mig á því, þú veist, að ég væri ekki málsvari Sævars eða málsvari sakborningana, sko, þú veist, og ég hefur rauninni alla tíð reynt að gæta þess að ég sé ekki þar, sko. Ég er ekki neitt baróttu í þessu. Annari heldur en sko því að bara halda á lofti staðrindum í málinu. Og svona, en þarna... Og blaðamenn gera það, þeir eru að taka upp leipa hinnum rallausu, gefa þeim rödd að það náttúrulega standa þeir með þeir sem eru kúaðir eða veittir, það er Já, ég meina það er eiginlega ekki hægt að vera alltaf einhverju hlutlausi stöðu. Nei, og eins og þú þekkir betur en ég, sko, þú veist, þú ert náttúrulega ekki hlutlaus sem leið og þú bara vilur viðfangsefni. Og það er ekkert sem heitir hlutlausi í blaðinu, sko. En þarna allavega, semst, að sko sá ég að hérna þetta mál sem ég hélt að væri bara svona kannski forvitnilegt pínu klúður, sko. Að þetta var alveg hrikalegt mál og á þessum tímapunkti þegar ég veikist að þá semst ég að missa blaðamann í Þýskalandi og ég að átta mig á því líka að sko eins og Karl Schütz lýsti náttúrulega í Süddeutsche Zeitung eftir hann kom aftur til Þýskalands og var búin að pakka málunum saman hér að þá snýrist þetta það að bjarga íslensku ríkisstjórninu og komi veg fyrir alþýðuflokkurinn og alþýðubandalagið hérna kæmist að stjórnarborðinu af því að þau ætluðu að reka herinn úr landi og fara úr NATO út af þorskastríðinu sem er í gangi þarna 76 líka. Þannig að sko þegar að svona þegar að ráðuneytisstjóri vesturþýska innanríkisráðuneytisins hittir sendiherra Íslands í Berlín á fundi á Akropólishæð vorið í maí 1976 rétt bara viku eða 10 dögum eftir að fjármunningunum sleppt úr haldi og málið í algjöru uppnámi þá sko þá sá fundur til þess að hjálpa íslensku ríkisstjórninni skilur það, hann snýst ekki í rauninni það að komast að þínu sanna staðreyndunum
og skapa eitthvað réttlæti í þessu sakamáli. Hann snerist að bjarga íslensku ríkisstjórn. Menn við litið svo á að klúður í þessu máli myndi svona fella lögmæti stjórnvalda eins og stundum sagt. Já, því öll spjót stóð á Ólafi Jóhannesinni út af náttúrulega þorskastríðinu og svo líka út af þessu sakamáli. Þannig að formaður annars stjórnarflokksins, hann var bara í meiri háttar vandræðum og öll þessi umræða einmitt mafíuna, klubbin og framsóknarflokkin og hvernig og það var öllu ruglað að blanda saman. Þetta sem gerðist 1972, það var sett í það samingi að Ólafur Jóhannesson hefði verið að hilma yfir með morðingjum. Og fólk trúði þessu. Þannig að hann í meiri háttar vandastattur. Náttúrulega hluta sjálfstæðisflokknum, Þorsteinn Pálsson og Vísir eru að berja á honum líka. Meðan hann og líka meðan hann í sko ríkisstjórn, vinstristjórninni 72, ástæðu þegar þú ert að lýsa því þegar klubbmál raunverulega byrjar og þetta mál byrjar, það eru fleiri þú sem að vilja rekja kerfismáli til klubbrannsóknarinnar að þá hann í vinstristjórn og þá Vísir sem sækir að honum og svo aftur það var gefin út bók kerfismáli núna sem ég gaf einum viðmælanda mínum bókina sem ég átti, eintakið það heitir eitthvað Mál 132 eða eitthvað, Klefi 122 ég man ekki alveg hvað það heitir bókin já, ég held að það hafi verið mál en þar svolítið gert út úr því að upphafið þá hafi verið svona vilji til þess að grafa undan framsóknarflokknum meðan að var í þessar ríkisstjórn vinstristjórninni sem að var ríkisstjórn sem að var með á stefnumskósinni að reka herinn. Já. Þannig að við erum hann í djúftin í sko kaldastriðs svona átökum. Ég meina það alveg skjálfest að sko á NATO-fundunum sem ég með minnir að hafa verið í Oslo þarna 1976 að þá verið að ræða það mjög alvarlega að að sko ríkisstjórn Íslands hún verði að standa vegna þess að stjórnarandstaðan allar úr NATO. Þannig að það bara verði að vera þannig og menn eru líka að segja skilur við getum ekki hjálpað Íslandi í þessu máli gegn Bretlandi, þessu þorskastríði en það sem að síðan gerðist náttúrulega með Þýskalandi var bara að það var svona vinaleg hönd á öxl sko við getum ekki hjálpað ykkur með þorskastríðið en við getum hjálpað ykkur með hitt Þetta stort mál eins og að heyra af samtal okkar tegir ánga sína víðar það hefur komið fram núna oft krafa að það veri sett svona rannsóknarnefnd alþingis kerfismálið telur það vera líklegri farveg heldur en að Erla reki sitt mál og fái endurupptöku heldur að þetta mál það sé margt í þessu máli sem þannig að það sé tilefni til þess að vera með rannsóknarskýrslu upptök þess og hvernig þetta framþróunin varð á kannski á öðrum vettvangi heldur en að kannski réttarkerfi sjálf getur Sko það náttúrulega búið að tæma allar leiðir í rauninni fyrir Erlu í dómskerfinu innanlands og þessum fráleita endurupptökudómi verður ekki áfrýjað en mögulega til mannréttindadómstóls Evrópu en ég býð af því að málið þetta að endurupptökudómurinn gerist sekur það að skoða málið ekki í samhengi það augljóst að þeir ákveða niðurstöðuna fyrirfram og eru síðan í því að koma með hundalógík til þess að rökstyðja réttlæta þess að fyrirfram gefnu niðurstöðu. Spurningin bara sko ef þetta fer til mannréttindadómstólsins það meiri háttar mál að útskýra samhengi þess sko fyrir Íslendingum hvað þá fyrir einhverjum dómurum þarna úti í Evrópu sem að við ekki hausnins borða þessu öll saman. Endurupptökudómurinn lítur einangrað á Erlu, kemst að þeirri niðurstöðu að hún hafi í janúar 1976 ekki verið undir óðurlegum þrýstingi. Það liggur samt fyrir að hún var í vikulöngu gæsluvarðhaldi í desember, tekin frá 11 vegna dóttur sinni. Þannig að hún vissi vel hvað hún ætti yfir höfðu sér ef að hún væri ekki samvinnu
þýð, samvinnu góð við rannsakendurna. Það við svo nákvæmlega. Þetta segja þeir samt að það hafi ekki verið ólegur þrýstingur þó að þetta sé alveg gríðalegur þrýstingur á unga stúlku með lítið barn. Það ákveðin hætta held ég á því að dómstóll í Evrópu myndi fara í svona einhverja rörsýn á þetta sömuleiðis og ekki skoða samhengi málsins. En þetta sem þú varst að lýsa áðan að það að hún sé að bera sök af sér út af glæp sem ekki var framinn og hún tegndist ekki við aðra dóma. Já. Það auðvitað svona Þeir ætti að geta skilið það. Já, hvert 6 ára barn ætti að skilið það. Já, akkurat sko. Jú, þannig að ég held að hún absolutt að reyna þetta en með rannsóknarskýrslu að Geirfinnsmálið sé svo stort mál í íslenskri sögu og íslenskri samtíma að það verðskuldi rannsóknarskýrslu. Já, sko jú, sennilega þá bara væri það gott en ég hef bara svo mikla ágjörð því að við búum hér í svo miklu málbúa samfélagi, þetta svo mikil kartumbær hérna, að sko það sé ekki hægt að finna fólk í þetta til að gera þetta almennilega. Það held ég áhyggefnið sko. Þú ert að missa trú á íslensku samfélagi? Ég misti náttúrulega alveg trúna á það sko 97 þegar og líka þegar að Hæstiréttur hafnaði endurupptökukröfu Sæfastafnum haustið, þættirnir okkar voru frumsýndir í maí 97 og haustið þá í ágúst seinnipartin í ágúst þá fer Sæfarinn í Hæstarétt og fær höfnun. Þá svona þá blasti við mér bara þessi ógeðslega samtrygging sem að hér er. Þetta er samfélag sem að leggur ekki áherslu á það sann að komið fram? Alls ekki alltaf og alls ekki þegar það er óþægilegt. En þetta með rannsóknarnefndina sko auðvitað verður að reyna að gera eitthvað en ég held að það þurfi erlenda sérfræðinga til þess að koma því, kannski ekki alfarið. Og ekki Schultz? Nei, sko þegar ég nefndi þetta við þingmann að þá var sagt já einmitt, það er svo góð reynsla því og en sko hann var náttúrulega ekki fenginn sem sjálfstæður óháður rannsakandi sko. Hann var náttúrulega bara fenginn til að pakka málunum saman á tiltekinn hátt. En já, ég held að sko þarna þurfum við að koma til sakamála sérfræðingar, erlendir einhverjir og það þarf að gera þetta virkilega vel þá sko. Við getum ekki haft bara einhverja 3 úr háskólanum. Herðu, 97 þá er myndin sýnd sem að þú bjóst til. Hún hafði mikil áhrif á þig, veitu það. En hún hafði líka mikil áhrif í samfélaginu. Fannst þér það að hún næði einhvern veginn að hreyfa til, hvað við að segja, almenningsálitið? Hvað er þessu máli? Varstu ánægð með myndina og viðbröðum við henni? Fyrir utan Hæstiréttur síðan eða haustið? Sko ef ég hefði verið að gera þessa mynd í dag það hefði ég gert sko allavega 6 eða 8 þætti sko, en því að þarna voru við að reyna að pakka saman gríðarlega stóru máli í 2-50 mínútna þáttum og svona þegar ég sé myndin í dag þá átti ég með því að hún hefur reynt mjög áhorfendur að það eru gríðarlega miklar upplýsingar þarna. En það sem að mér fannst gott var að það var ekki eitt einasta atriði í myndunum hrakið af þeim loknum og það svona benti til þess allavega að við höfum gert eitthvað rétt í því af því að það var nú ekki eins og að það væri ekki miklu hagsmunir að gera lítið úr þessari mynd þannig að það var ekkert sem kom þar fram sem var hrakið ég heyrði síðan að og Erla hefur talað um það til dæmis að eftir að hafa gengið hér götur og verið útrópuð og hrækt á hana og útilokuð frá vinnu og öðru sko að þá hafi hún fundið að afstæðan til hennar breyttist eftir að myndin voru sýndar og það hefur nú margir til að taka á mótinni og leyfinni að vera í sínu samfélagi þó svo það væri kannski ekki allir. Nei. Hún gat lifað hérna. Og ég man líka sko að Hrafn frændi Jökulsson, hann var þá ritstjóri held ég á
kannski mannlíf eða heimsmynd eða einhverju slík, já, eða heimsmynd, það getur verið líka. Held ég sko. Hann lét gera sko skoðanakönnun og þá kom í ljós, ef maður rétt að sko 70% eða rúmlega það töldu að rangi dómar hefur verið felldir. Þannig að og svo 2 árum setna, 99 minni mig, að þá segir Davíð Oddsson, þegar þá var forsætisráðherra, að hann teldi að þarna hefði átt sér stað dómsmorð. Já, og mörg dómsmorð, sagði hann sko. Hann talaði um mörg dómsmorð og sagði, þú veist, ég hef kynnt mér ýmis mál í öðrum löndum og þetta bara það versta. Þannig að það var mjög magnað að fá það frá forsætisráðherra þáverandi sko. Já. En talandi menn sem hafa kynnt sér málið, því ég hef sittið hérna og verið að tala við fólk sem hefur áhuga á þessu máli, að þá sendi fólk mér alls konar hluti og mér annars var sendið mín greinagerð sem að Brynjar Níelsson skrifaði. Þar sem hann var eiginlega að færa rök fyrir því að miða við það sem var lagt fyrir dómarann á sínum tíma, að þá hefur komist á réttri niðurstöðu. Ég veit ekki hvort þau hefur lesið þessa grein. En hann nefnir myndina þína. Og eitthvað að tala um það að þeir hafi ekki flokkað þessa mynd sem heimildamynd í upphafi, en það hefði síðan verið gert í endursýningunni og hann gerir svolítið mál úr því. Hverjir hafi flokkað sem heimildamynd? Að þið, höfundarnir, hafi ekki kallað myndina heimildamynd í upphafi, en síðan í endursýningu hafi hún verið sögð heimildamynd hjá RÚV. Og hvað var hún þá fyrst? Það er það sem ég ætlaði að spyrja þig. Nei, þetta náttúrulega bara eitthvað rugl sko. Já, þetta voru alltaf heimildamindir sko. Já, en hann lagði mikið upp úr þessu. Já, menn hafa reynd að fara einhverja krísuvíkuleiði til þess að passa upp á félaga sína. Já, en hverjir í þessu svona, hvar kemur svona mesta vörnin fyrir því að ræða þetta mál, taka þetta upp? Er það persónulegt þeir sem að tengjast þessu eða er það þeir sem að vilja einfallega bara verja réttarkerfið eins og það er og vilja ekki að það gangi gegn þá raun að það verði fjallað þetta mál? Já sko, það sem að blasir við er að og menn held ég gera sér mjög vel grein fyrir þessu að ef að Erla sýknuð að þá náttúrulega keisarinn ekki lengur inn fötum og þá liggur fyrir að sektin hefur alfarið flust yfir á rannsóknaraðilana yfir á Íslenska ríkið þar sem hún á náttúrulega heima. Já. Og hefur á löngu en akkur óttast fólk það, 50 ára síðar? Já sko, þessir menn eru auðvitað komnir á eftirlaun sem að báru ábyrgð á þessu helst og rákuðu þetta áfram en þeir eru margir á lífi og þannig ég held þetta sé öðrunfræði sko persónulegt, við búum náttúrulega bara við það að það eru allir sko í sama óratórs og þetta eru menn sem að eru bara að deila gleði saman sko og kannski sorgum að einhverju leiti líka sko. Og regla sér svo að við verjum okkar menn. Við látum ekki utangarðsmenn eins og þið koma og bera sök á okkar menn, þannig að við verjum þá. Þetta er svona eins og mafía, þess að við tölum mafíuna, svona hefða mafía sér. Við verjum okkar menn óendalega. Já, og svo bara en mætt með þögninni og þeim bara ganginum og þetta þú veist og bara við látum við tökum bara þennan storm sko og gerum það bara allir saman, við bara erum allir saman í því og allt þetta og svo einhverjum svona einstaka hleyft á eins og manninu sem nefndir áðan skilur, hleyft á stað sko til þess að svona reyna að vera einhvers konar hælbítur sko, þú veist en já, ég held að þetta sé samtryggingin sem að hér að verki það getur ekkert annað verið af því að sko ef að Erla sýknuð það kallar ekkert á að kerfið hrynji eða sem sagt að það þurfi að gera einhverja sérstakar lagabreitingar eða neitt slíkt en það hins vegar þá og þessi afbrot þessi glæpir þeirra sem að raunverulega bera ábyrgð á þessum Geirfinnsson Guðmundamálum, þeir eru auðvitað löngu fyndir og ekki viðvarandi mannskörfin per se heldur varandi rannsóknin alla og það það er löngu fynnt, það verður enginn sóttur til saka fyrir það hvað þeir gerðu
Og það er búið að gera alls konar struktúrbreytingar á kerfinu, þannig að það er líka að segja sér svo að kerfi þarna hefur verið mjög veikt þar sem að saksóknari stundaði sjálfur rannsókn. Ég meina bara þarna nokkrum mánuðum eftir sýningu þáttana þá var sem sagt RLL lagt niður sem að Carl Schütz hafði náttúrulega hannað og stofnað með Hallvarði 77. Það er lagt niður þarna 97 og sem sagt sakadómur hafði verið lagður niður og sem sagt þessi aðskilnaður dómstólana og framkvæmdarvaldsins, þetta var allt saman búið sko og er búið. Þannig að ég held að þessi vörn sem að felst í því að halda einu konunni í málinu að sko hún sé með alla sektina af öllu heila Geirfinnsmálinu á sínum herðum. Sem er náttúrulega aumasta aðgerð af hálfu stjórnvalds og ríkis sem hægt er að hugsa sér. Sko, þessi menn þeir gera sér ekki grein fyrir því að skömm þeirra verður svo miklu meiri og stærri og alvarlegri fyrir vikið. Í stað þess bara að horfast í augum við gjörðir sína núna og og leyfa Erlu að njóta réttlætis. Þetta er Þú myndir ráðleggja þeim það. Ég held að þeir skömm þeirra mun lengi lifa. Ævarandi, þá fara þeir með það í gröfina. Vilja þeir það? Og þetta mál mun fylgja, þetta er stórt mál í sögu okkar sem þjóðar og samfélag. Þeir hafa möguleika núna á því að gera rétt. Eftir að hafa gert rangt í sko næstum 5 áratugir. Þeir höfðu möguleika. Hann var ekki tekinn svo möguleiki. Nei, hann var ekki tekinn. Þetta var þetta er utan hneyksli sko. Þessi dómur endurupptöku dómstóls er algjört regin hneyksli og þetta mun vera ævarandi skömm íslenska réttarkerfisins. Þannig að ég sé eins og sko bara að sko, réttarfarskerfið hefur algjörlega brugðist og réttaríkið hefur algjörlega brugðist í þessu og það getur ekkit bætt fyrir það núna því það er komið að endamörkum og það er auðvitað sko erfitt að láta pólitíkina reyna einhvern veginn að laga það en eitthvað verður að gera ég verður að viðurkenna það ég veit bara ekki hvað það er að gera þessu. Herðu, þú sagðir að þetta málið átt mikil áhrif á þig og svo kemur þetta svona upp aftur og við komum upp aftur núna. Varstu búin að sverja það einhvern tímann að ekki koma nálægt þessu máli aftur eða finnst þér þetta svona, kallar þetta á þig að þegar þetta mál kemur núna að bara með þetta hér Já, sko, mér finnst ekkert erfitt að tala um þetta við þig hér. Mér hefur stundum fundist það mjög erfitt að tala um þetta og hugsa um þetta. Þetta mál hefur haft mjög mikil áhrif á mig og ég misti trúna á samfélagið sem ég bjó í og á réttaríkið og ég misti öryggis tilfinninguna sem ég hafði alltaf haft í þessu landi ég hef ekki fengið hana aftur af því að ég litið alltaf svo á að meðan þetta er svona eins og þetta er að þá getur þetta gerst aftur og þá geta einhver öfl opererað á svipaðan hátt að nýju. Þess vegna líka hefur verið svo mikilvægt að laga þetta mál sem sagt kalla fram staðreyndir í þessu máli og reyna að fá fram eitthvað réttlæti og sanngirni í þessu og það er alveg sko þyngra en tárum taki að því tækifæri hafi verið klúðrað. Herra Sigursteinn, ég þakka fyrir að koma hérna við rauðaborðið og taka þátt í því að fjallum þetta stóra mál. Já, takk. Og við munum halda áfram hérna, við erum ekki búin að klára að fjallum Geirfinnsmálið, það munum koma hérna aðri gestir og fjallum það. En á morgun að þá verður rauðaborðið á sínum tíma, 8:00, en þá munum við fjalla um einhver allt önnur mál og ég segi góða nótt.